Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það komið að neytendahorninu, Benjamin Julian Mettur. Hæ hó. Verkefnastjóri í verðlagseftirliti Alþýðusambands Íslands. Heldur betur. Já. Herðu, það náttúrulega verðbólga á leiðinni niður út af niðurfellingu gjalds fyrir skólamáltíðir og skólagjöld í Listaháskólann og aðra svona sjálfstæðar háskólastofnanir. En það má líka sjá það ekki að sko svo hækkun á matvöru sem hafði verið og einkenndi kannski síðastliðið vetur að það allur vindur úr henni. Já, það sko núna yfir svona síðsumari þá vorum við að sjá bara verðlækkanir hreinlega á matvöru og það hafði alveg áhrif inn í verðbólgutölunar. Það var mjög lág verðbólga á mat í ágúst og september. En við en það væntanlega það væntanlega fer svona aftur í eðlilegt horf myndi ég giska á núna. Nýjasta vísbendingin að veturinn ber eitthvað í skauti sér er þessar hækkanir sem við vorum að sjá núna bara í þessari viku frá Sláturfélagi Suðurlands. Það getur verið að einhverja verðskrár verði núna uppfærðar sem mun þá hafa áhrif. Ég meina þetta eru vörur sem eru vegaþungt í vísitölunni. En það sláturtíð í gamla daga var það þannig að það var ákom bara nýtt verð á hausti en nú kannski sláturtíðin náttúrulega fyrst og fremst bara lambakjötið og lambakjötið náttúrulega miklu minna vægi núna minna vægi núna en var sko þegar ég var ungu til dæmis að ég held að meira borða svíni og kjúkling og guðmönd og hverju ekki heldur en lambakjöti sko. Og það verð aðhald erlendis frá líka bara bæði út af innfluttum kjötvörum en líka bara út af því að þú getur alltaf skipt yfir eitthvað annað þegar þið finnst kjötið vera orðið og dýrt. Já, en þeir eru samt að hækka. Þeir eru að hækka. Rak bara augun í þetta, það voru hækkaverð bara í gær og í fyrradag á svo gott sem eiginlega öllum katalógnum hjá SS þar sem við vorum að skoða. Þau selja líka 1944 tilbúnuréttina og þeir voru að hækka líka eitthvað örlítið minna en þetta er svona 5% hækkun kannski svona þvert yfir. Og finnst þér það að vera hækkun sem bara í takt við hækkun og aðföngum eins og sagt þess? Það er meiri hækkun en launahækkunin í ár. En það þarf að spyrja Sláturfélagi hvernig þau borga fyrir sína framleiðslu en ég meina væri náttúrulega betra að þau myndu ekki hækka verðin til þess erum við að vinna vinnuna. Já, þú segir sko 5% hækkun eitthvað, ég meina verðbólgan sirka þar einhvers staðar. Þá með húsnæðisliðinum reyndar. Jú. Þetta er verðbólga síðustu 3 mánuði sko ekki nema 1,3%. Það er alltaf verið að tala þessi 5,4%. En það er út af gamalli hækkunan Já, ef við skoðum yfir síðustu mánuði þá er verðbólgan í matvöru ekki það há sko. Það er ekki mikil hreyfing á hann. Sem gerir stýrivextina svo stjartfræðilega að það er raunvexti stýrivexta held ég sé 7,3% miðað við verðbólgu síðustu 3 mánuða sem að ég held ég á öllum tímum bara kallaðir okurvextir sko. Já. Raunvextir upp á 7%. Já, algjörlega. Herðu, en ástæðan fyrir því að minni hækkun í matvöru sem að við vitum það ekki alveg. Það gæti verið eitthvað svona áhrif af svona verðhjöðnun erlendis frá því að svona verðbólgan hefur farið niður hraðar þar í okkar helstu viðskiptalöndum. Það gæti spilað inn í það. En svo náttúrulega það sem er svona mest spennandi náttúrulega innkoma prís með þessa einu búð. Það sést líka í þessum tölum. Þegar ég var að skoða SS-vörurnar þá tók ég einmitt eftir því að í 1944 réttunum að þeir 1944 réttir sem eru seldir í bónus, þeir eru bara örlítið dýrari í krónunni, í rauninni á de facto sama verði. Krónu sem að... Já, eitthvað svoleiðis. Og en hinir réttirnir sem krónan selur sem þú finnur ekki í bónus, þeir eru talsvert, það verið, maður getur ekki sagt að þessi dýrari í bónus, þeir eru ekki til í bónus, en ef við skoðum núna prís til dæmis, til samanburðar í staðinn fyrir bónus, þá er verðmunurinn á milli krónunar og prís meiri á þeim vörum sem eru ekki til í bónus, heldur en á þeim vörum sem eru til í bónus. En á hverju er mismunandi úrval af 1944 réttum? Er það bara því að bónus tekur bara inn minna af þeim og hinir taka meira? Mögulega, bónus er líka með sína eigin sérframleitu bónusrétti sem að koma frá einhverjum öðrum framleiðanda held ég.
og og það getur verið að ekki sambarlega vöru frá Grjónagrauturinn til dæmis komið þá kannski frekar og ég var það bara man ekki hvað fyrirtækið það var, það alveg dottið úr mér, mögulega eitthvað svona þykkvapæðir eða eitthvað þannig. Það ekki þannig að SS, ef að þú ert krónan, að þá lætið þið fá réttina sem allir eru með og þú þarft að passa það á, svo færðu rétti sem hinn ekki með, þar sem þú getur náð álagningunni inn bara. Já, ég meina það það sem án þess að vita ásetningin á bakvið, þá það greinilega það sem að gerast og ástæðan fyrir því að við vitum það vegna þess að þegar prís opnaði núna í ágúst og þetta einmitt það sem þú segir með áhrifin af nýjum samkeppnisaðila að sko við vitum verðin í krónunni á þeim réttum sem voru til í prís, þau duttu niður eftir að prís opnaði. Þannig að krónan alltaf prís en líka bónus. En þau bara ná ekki að komast jafn nálægt prís eins og þau eru venjulega gagnvart bónus. Og það ennþá þannig að það eru vörur sem eru inn í prís sem eru umtalsvert ódýrari en annars þar. Já, og þessi réttir eru fínt dæmi það. Það alveg talsverður munur þarna. Sko. Þannig að ef þú nennir ekki elda og settir yfir 1944 rétt þá átt að keyra í prís. Já, og kaupa millubrauði sem ég held að sé ennþá jafn ofsalega ódýr þar eins og það var þegar það var. Ég mæri þetta ekki með að fólk kaupi millubrauð. Það hægt að kaupa Aleppo-brauð. Það ekki svona stórt brauð og raunverulega komið í eldspýtustokk. Aleppo bakari, þau eru líka að selja kílóbrauð undir merkiprís og það líka selt á 299 krónur. Og það er meira. Og þú finnur það bara, þú heldur á þeim að það er meira sem þetta. Og þau eru 250 grömmum þyngri. Sem ekki eins mikið loft en svona samkeppni á sínum tíma þá kom Costco inn á markaðinn og var bara umtalsvert ódýrara í mörgum vöruflokkum. Ég man bara eftir að það maður kom heimsótt í fólks og þá var bara allt komið bara risa bakkar af jarðarberjum og eitthvað svona. Það kostuði bara eitthvað 20 krónur. Ja, eitthvað svona. En síðan með tímanum að þá náttúrulega verðmunurinn á Costco og hinu búðunum ekki mikill. En hversu hratt gerðist það? Ég held nefnilega að það hafi tekið svona eins og 1,5-2 ár. Já, einmitt. Það allavega ekki ennþá merkjum þetta í prís. Prís hafa lækkaverð síðan þau opnuðu. Það heildar bara yfir allar vörurnar þeirra þá er lækkun frá opnunum degi og það er einhver handfull af vörum sem hefur hækkað í verði. Þannig að enn sem komið er bara er þetta ekki sjáanlegt. Og áhrifin af þessu, ég hef nefnt áður að bónus var að elta einhverjar af vörunum þeirra niður. En þar kemur aftur sama spurningin með krónuna. Hvað með allar vörurnar sem þau eru ekki í beinni samkeppni við? En krónan til dæmis er kannski með einhverjar af þeim og krónan elti prís allavega hálfa leið þegar með þessa 1944 rétti og við þurfum þá bara að athuga með allar hinna vörurnar. Ég bara rétt náði að púsla þessu saman í morgun. En mikið að gera í prís? Þú þarft að fara þangað ekki af því að þeir eru ekki með svona... Þeir eru ekki með rafræðin sko. Ég er náttúrulega svo heppinn að vera með kollegar sem eru líka að hlaupa á milli búðana að tekka á verðinum. Þannig að ég þarf ekki alltaf að fara þangað. Ég hef farið talsvert oftar þangað að skanna heldur en ég hef farið að versla. Og það var í öll skipti nema 1 var mjög mikið að gera en síðan fór ég bara í sumarfrí í september og þá fór ég ekki í prís. En veistu það hvert er planið hjá þeim? Er planið hjá þeim að bara festa þessa búð í sessi? Eða að planið sé að selja búðina? Nei, að rúlla út fleiri búðum. Ég held að, ég veit ekki með það. Hún hefur sagt, þetta er náttúrulega svolítið áhugavert, framkvæmdastjóri prís hefur sagt að þau ætli bara að vera með lægsta verði. Það er þeirra loforð núna og ég hef ekki heyrt bónus lofað í digur barkarlega eftir að prís opnaði að þau ætli að vera með lægstu verðin eins og þau gerðu áður. En spurningin er nefnilega líka hvort að það sé eitthvað ráði í því mögulega að hafa færri búðir. Það er náttúrulega óhagkvæmni í því fyrir fólk sem þarf þá að keyra lengri vegalengdir en ég tók eftir í fréttum bara síðustu daga að Eirberg sem að voru með búð í Kringlunni þangað til Brandar. Þau tóku eftir í að veltan í þessari einu búð sem var þá eftir var bara meiri heldur en í hinum búðunum samanlagt áður. Samanlagt? Já, þau sögðu bara veltan jókst. Þeir lokuðu bara? Þau ákveða að fara ekki aftur í Kringluna. Færa bara starfsfólki upp og stækka við sig þar. Og spurningin er ef þú ert með 15 búðir á höfuðborgarsvæðinu hvort að það sé mögulega þó að það líti út á Excel-skjalinu eins og þessi framleiði hverju verslun þá er mögulega vit í því að fækka þeim eitthvað aðeins ef að markmiðið þitt er að vera með lægsta verðið
og þetta bara sama og með sjálfsafgreiðslukassan og allt hitt að þú leggur aðeins meira á viðskiptavininn í skiptum fyrir að hafa aðeins lægra verð. En svo búðin líka misstórar að ég býð þarna niður í bæ og fer í bónus í Kjörgarði og hún náttúrulega ekki alveg fullburða bónusbúð sko. Nei. Og svo líka því að hún niður í bæ að þá hefur vöru úrvalið aðlaga sig að túristunum. Akkurat. Og þar leðandi svona, hún eiginlega enn síður sko bónusbúð og þá maður myndi halda það að segja væri erfitt að reka þá búð svona með sama hætti og svona stæðstu bónusbúðnar. Já, einmitt og það ekkert sem segir að þyrfti að loka öllum nema einni. En það er bara áhugavert módel sérstaklega þegar við erum að reyna að kynna undir einhvers konar samkeppni að keðja sem hefur sagt að hún sé með lægsta verðið, bónus, sem hefur samt verið með alveg mígrút af verslunum út allar trissur, að það er hægt að keppa við hana kannski með þessari aðferð, að vera með færri verslanir. Og allt í einfaldasta módelinu bara. Allt í einfaldasta módelinu og þá, ég meina, bónus ennþá til á mörgum stöðum, þannig en fólk nýtur góðs af því að geta, vegna þess að þau reyna en að keppa allavega einhverju leyti við prísum verð. Svona hafa líka allar keðjur byrjað, eins og Aldi og fleiri sem byrja bara á að vera með vörur á brettum. Akkurat. Og selja bara, stundum byrja á vörum sem eru með langan líftíma. Já. Til þess að draga úr sóun og öðru slíku. Ég held að Aldi hafi byrjað þannig að það voru eiginlega bara þurrvara sem við byrjaði. Já, akkurat og þú sér þetta líka í búðum eins og 10-11 þar sem að þau bara selja næstum því bara innpakkaða hluti. Gott fyrir ruslara. En við vitum ekki alveg kannski að þau bara fá forsvarsfólk prís til þess að koma í spjallið okkur. Þegar Costco kom og var með áberandi lægra verð að þá eldu íslensk ég held að það hafi ekki verið hægt að sjá það sem að þú sérð núna áriðina prís að aðra búðir hafi eld Costco. Ég held að En það ekki hægt að elda alla leið. Markaðsráðandi aðilar, þeir sem að sitja fyrir á sessi, þeir hafa bara miklu takmarkari heimildir til þess að elda alla leið niður. Þau mega ekki fara niður fyrir framlegð, þau mega ekki borga með vörum og það bara fínt að séu hömlur á það. Það gott að hafa greiðar dyr inn í markaðinn fyrir nýja aðila. Þannig að, en það bara líka frábært að sjá að prísi enn að stefna niður og við frekar henni upp. Hins vegar náttúrulega svona, maður lyftir brúnum þegar maður sér að samkaup sig að íhuga að kaupa bara prís. Það er náttúrulega einn af þessum risum á íslensku markað og maður veltir fyrir sér hvort það væri samkeppnishvetjandi að það myndi gerast. Og það er þekkt að það er svona business model þeirra sem að koma sér fyrir á markaði að sprikla eitthvað og býða þá til að stóri kallinn kaupir. Þetta er bara startup hugafærið sko. En varðandi það hvort að prís muni rúlla fleiri búðum út að þá var það náttúrulega Costco-sagan líklega svo að þeir komu inn og voru kannski með, segjum, 15% lægra verð heldur en hinir, framleið samt upp á slatta, segjum bara 10%. Og þeir höfðu þess að framleið þarna og valkostur þeirra var að opna nýja búð kannski þarna í milli Grafarholts og Grafarvogs eða eitthvað svona, cirka þar. Og það halda áfram að taka inn þessa 10% framlegð eða vera með þessa einu búð og hækka bara upp í, vera nálagt hinum og bara vera með tvöfalda framlegð á þessari einu búð. Ég menna að það er náttúrulega líka það truflar okkur í verðlagseftirlitinu að þau bara eru þvermóðskufull með að bjóða upp á eitthvað sambærilegt við það sem það er mjög erfitt að bera saman að kaupa litla krukku af hnetusmjöri og eitthvað trók sem að þú getur keypt í Costco. Þetta er ekki eðlis svipaðir hlutir og það er líka eins og við segjum með prís og bónus að það er líka ólíkt hvort að búðin sé gerð fyrir fólk sem að getur gengið út í búð eða fyrir fólk sem að þarf bara að keyra í útkörfi til þess að sækja sér í matinn. En þannig að það þau eru bara með svona smá afbrigðilegt módel þannig en þá líka þessi óhagkvæmni sem fylgir því að þurfa að keyra þessa löngu vegalengd til þess að
Já, það er í rauninni bara fyrir bensínið og svo vonaðu kannski að fólk komi ef að verði það nálægt. Það þarf að vera afgerandi ódýrara. Það dugar ekki þessi 1 króna sem er á milli krónum. Og það sem er afgerandi ódýrara núna er náttúrulega bensínið. En síðan verði ég að segja sko, að af þeim þessari handfylli af vörum sem ég hef náða bera saman við aðra verslanir, þá er Costco með alveg ágætis forskot ennþá sko. Það, þú veist, ef þú kaupir mjólkurvörur frá MS í Costco þá, og hafa farið lækkandi held ég, og ég velti fyrir mér hvort það séu prísáhrif líka. Herru, Benjamin, gaman að fá þig hérna og þú ætlar að koma hérna vikulega og segja okkur fréttir frá verðmiðunum. Frá verðmiðunum. Verðmiðafréttir. Kæra þakkir. Takk. Ég sitt hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.